Virðulegur forseti, ég óska frú forseta og þingmönnum öllum gleðilegs árs. Umræðuefnið hér starf og stefna ríkisstjórnarinnar. Svoleiðis að það óhjákvæmilegt að fara yfir störf þessari ríkisstjórnar og þá stefnu sem hún hefur fylgt. Og það nú svo mörg að taka þar að ég þurfti að skrifa þessa ræðu í Excel og vona að virðulegur forseti afsakið að þó ég ná ekki að fara yfir öll atriðin. Það gefst þú vonandi tækifæri til þess síðar. En það sem að einkennir hins vegar þessa ríkisstjórn ef maður fer yfir þennan lista sem ég hef verið að setja saman í tilefni af þessari umræðu er að allt virðist byggja á nánast nokkurs konar öfugmæla gríni. Ríkisstjórnin kallar sig norrænu velferðarstjórnina. Nú þegar menn tala þessa ríkisstjórn sem norrænu velferðarstjórnina þá það iðulega í gríni enda afraksturinn verið allt annars eðlis. Það átti að leggja áherslu á velferð, lýðræði, gagnsæi, jafnrétti og öll þessi góðu orð. En allt hefur þetta meira og minna snúist upp í andhverfu sína. Hvað gagnsæi varðar, hugsa ég að leyndarhyggja hafi aldrei áður, að minnsta kosti ekki á undanförnum árum og áratugum verið jafn rík hjá stjórnvöldum. Hvað eftir annað, í hverri viku rekum við okkur á það, þingmenn, að fá ekki upplýsingar grundvallarmál. Enn beðið eftir upplýsingum fjölmörg atriði, mikilvægustu atriðin jafnvel sem eru til umræðu í stjórnmálunum, svo sem eins og rekstur bankana og fjármálakerfisins, en alltaf eru fundnar leiðir til þess að halda upplýsingum frá bæði þingmönnum og almenningi. Svo bætast alltaf við ný óljós áhyggjuefni, meðal annars síendurteknar ráðstafanir hæstvirts fyrrverandi fjármálaráðherra og núverandi hæstvirts sjávarútvegsráðherra, landbúnaðarráðherra, efnahagsráðherra, viðskiptaráðherra og verðandi iðnaðarráðherra sem hefur á undanförnum árum hvað eftir annað gripið inn í rekstur fjármálafyrirtækja án þess að taka málin nokkuð tímann til umræðu hér í þinginu og beitt fyrir sig neyðarlögunum í því efni enda þótt í þeim komið fram að þau ber að endurskoða fyrir árslok 2009. Það hefur ekki verið gert en hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra hefur hins vegar haldið áfram að nýta sér lögin til þess að halda þessum mikilvægu málum úr umræðu hér á Alþingi. Hvað varðar velferðina, þá þekkjum við nú stærðirnar í þeirri umræðu, atvinnuleysið, landflóttann og allt þetta sem að ráðherrarnir hæstvirtir komu nú reyndar inn á hérna áðan, en því miður þá hefur reynslan nú sýnt að þessar fullyrðingar hæstvirts fyrrverandi fjármálaráðherra eins og einfaldast að kalla hann, hafa ekki staðist til lengri tíma litið. Það er ekki langt síðan hæstvirtur forsætisráðherra lýsti því yfir að það væri ekkert óvenju mikill fólksflótti frá landinu. Nánast sama dag eða daginn eftir birti Hagstofan upplýsingar það að það hefði ekki verið jafn mikill fólksflótti frá Íslandi í 100 ár og aðeins á tímum fólksflutningana til Vesturheims hefðu menn séð sambærilegar tölur. Vandræðaganginn endalausa í skuldamálum heimilanna hef ég ekki tíma til að fara yfir hér. Ég mun gera það í sérstakri umræðu. En vil þó benda á að nú eru nokkrir mánuðir liðnir síðan hæstvirtur forsætisráðherra veitti viðtöku áskorun hagsmunasamtaka heimilanna til þess að ráðast í aðgerðir í skuldamálum heimilanna og ráðast gegn verðtryggingunni. Verðtryggingunni sem að hæstvirtur núverandi forsætisráðherra taldi vera mesta forgangsmál stjórnmálanna áratugum saman, allt þar til hún var sjálf forsætisráðherra og komst í aðstöðu til þess að gera eitthvað í málinu. Annað gott orð sem að ríkisstjórnin kenndi sig við var jafnrétti. Hæstvirtur forsætisráðherra afrekaði það eins og að vera dæmdur fyrir brot á jafnréttislögum og viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra við þeirri niðurstöðu voru ekki til þess að bæta málið. Ráðningamál hæstvirts forsætisráðherra reyndar kapítuli út af fyrir sig, eins og sjá má af stöðu mála í Seðlabankanum núna. Það sem að seðlabankastjóri telur að hæstvirtur forsætisráðherra hafi lofað sér undantekningu frá sérstakri reglu það að enginn mætti hafa hærri laun en forsætisráðherrann sjálfur og nú komin í mál við eigin banka til þess að
knýja á þá launauppbót sem hann telur hæstvirtan forsætisráðherra hafa lofað sér. Í lýðræðismálunum höfum við séð ýmislegt skrautlegt. Ríkisstjórnin var dæmd í Hæstarétti fyrir það að hafa staðið að ólöglegum kosningum. Viðbrögðin við því voru að gera sem minnst úr niðurstöðu Hæstaréttar, rétt eins og viðbrögðin við kröfu þjóðaratkvæðagreiðslu vegna Icesave voru þau að gera sem minnst úr henni, halda sig heima í fyrra skiptið, gera svo aftur tilraun til þess að koma málinu í gegn, en vera aftur felld í þjóðaratkvæðagreiðslu en sitja áfram sem fastast eins og ekkert hefði í skorist. Það hefur aðeins verið rætt hér sú tilhneiging ríkisstjórnarinnar að svíkja loforð. Aðilar vinnumarkaðarins, bæði Samtök atvinnulífsins og ASÍ hafa margbent á þetta. En stjórnarandstaðan þekkir það líka að jafnvel þó að sé gert hátíðlegt samkomulag við þinglok ákveðin mál við ríkisstjórnina, þá það fljótt að gleymast. Jafnvel þó að gert hafi verið skriflegt samkomulag. Hvað eftir annað sjáum við líka að ríkisstjórnin tekur ákvarðanir á mjög hæpnum forsendum. Til að mynda hvað varðar fjárlög. Aftur og aftur eru birtar efnahagsáætlanir sem byggja jafnvel á framkvæmdum sem að ríkisstjórnin best síðan sjálf gegn. Ég nefni sem dæmi álver í Helguvík og á Bakka. Úrslita atriði í þessum spám sem að ríkisstjórnin beitir sér síðan í raun og veru gegn, og svo harst að beitir hún sér gegn atvinnumálum oft á tíðum að einn hæstvirtur ráðherra, hæstvirtur umhverfisráðherra hefur verið dæmdur í Hæstarétti og svaraði því þá til að pólitísk stefna hennar væri mikilvægari en lögin. Ég umorða þetta aðeins en merkingin var svo sama. Nú, fjárfesting enn í svo gott sem sögulegu lágmarki. Eini samanburðurinn þar sem að hægt að finna minni fjárfestingu líka frá tíð þessar ríkisstjórnar og breytingin minni háttar. Enda hefur stefna ríkisstjórnarinnar að flestu leyti verið nánast eins og hönnuð til þess að halda niðri fjárfestingu. Við höfum séð líklega 170 eða rúmlega það breytingar á skattalögum, aðallega sjálfsögðu til hækkunar og til þess að flækja lögin. Og svo óvissan slík, óvissa sem að stöðugt viðhaldið og verið að bæta í, að Ísland komið á lista yfir lönd sem að fjárfestar þurfa sérstaklega að óttast vegna pólitískrar óvissu. Komin í flokk með Egyptalandi, Rússlandi, löndum Suður-Ameríku og ýmsum Afríkuríkjum, hvað þetta varðar. Enda eru jafnvel undirstöðugreinarnar settar í fullkomið uppnám og haldið í uppnámi. Ég nefni sjávarútveginn. Það sett á fót sérstök sáttanefnd svokölluð. Hún skilaði niðurstöðu og var komin vel á veg með að ná sögulegri sátt í því efni. Þá var þeirri vinnu hent í ruslið og aftur höfum við séð ótrúlega atriði hvað þetta varðar síðast eða þar síðast með frumvarpi sem að fékk ekki eina einustu jákvæð umsögn og hæstvirtur utanríkisráðherra líkti við umferðarslys. Nú, svo það staða ríkisstjórnarinnar sem slíkrar og það mikilvægt að hafa hugfast að staða ríkisstjórnarinnar og óvissa hana ekki einkamál hæstvirts forsætisráðherra. Það að viðhalda stöðugri óvissu skipan ríkisstjórnarinnar, menn viti ekki einu sinni hvort að hæstvirtur fjármálaráðherra verður í embætti út í þetta kjörtímabil eða ekki, það ekki til þess fallið að skapa þann stöðugleika sem að skortir hér í landinu. Hvað þá það að setja út úr ríkisstjórninni þá ráðherra sem að helst hafa sýnt einhverja tilburði til samvinnu við stjórnarandstöðuna við úrlausn erfiðra viðfangsefna. Þar á ég við háttvirtan alþingismann Árna Pál Árnason. Nú, eða þá að reka menn úr ríkisstjórn fyrir það eitt að fylgja stefnu eigin flokks, eins og á við háttvirtan alþingismann Jón Bjarnason. Enda hefur sjálfur utanríkisráðherrann lýst því yfir að það þurfa að verða verulegar breytingar, miklu róttækari breytingar en þetta. Sjálfur forsætisráðherrann hæstvirtur þurfa að víkja. Og ekki nóg með það, heldur þurfi Samfylkingin að koma sér upp nýrri stefnu, fara í hugmyndafræðilega endurnýjun, eins og mér heyrðist hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra vera kallað eftir hér áðan.
Ég er þó sammála hæstvirtum ráðherrum það að tækifærin á Íslandi eru gríðarlega mikil og ef að rétt er haldið á málum þá má nýta þau tækifæri hratt og vel en til þess þurfum við breytta stefnu og breytta ríkisstjórn.